Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense. Það hafa verið spennandi hlutir í gangi hér á Akureyri með millilandaflug upp á síðkastið eftir að til að mynda flugbrautin var lengd og meðal þeirra sem hafa verið að vinna í þessum málum eru þið hérna hjá ferðaskrifstofunni Nonna sem hafi meðal annars verið með beintflug til Slóveníu, til og frá Slóveníu. Segðu mér hvernig það kom til að þið fóruð út í þetta? Það sko reyndar að kom til út af þessu 20 ára sjálfstæði í Slóveníu. Að Slóvenar báðu mig að hjálpa þeim að koma Slóvenum til Akureyra, reyndar til Íslands. Og ég sagði ég myndi að gera það ef að verður flogið beint til Akureyra. Og ég held að ég hefur ekki einu sinni heyrt Akureyri. Akureyri, hvar þetta? Ég sagði, já, ég búin að vera 35 ár hér, svo það hlýtur að vera flottu staður. Ég ennþá hér. Og það tókst. Það með mikla vinnu og markaðssetja bæði í Slóveníu og hér. Þá komu sko tæplega 80 manns frá Slóveníu. Við vorum að vona að það myndi kannski vera yfir 100, en þetta mjög gott fyrir fyrsta skipti. Og svo fóru yfir 100 manns til Slóveníu. Þegar þetta var búið, þá fóru bæði Slóvenar og Íslendingar líka að spyrja mig, viltu ekki endurtaka þetta? Þetta var svo flott, þetta var svo gaman, svona lítla flugstöð og það var engin tími til að koma, með stuttan tíma til að koma í gegn og ekkert vesinn og svona. Og svo gaman að koma til Slóveníu, þetta er svo fallegt land, við skiljum ekki, hvað þú að gera hér? Akkur ekki við Slóveníu? Og ég sagði, kannski prófum við aftur. Og ég fór í október til Slóveníu og talaði með ferðaskýstofu sem ég að vinna með, sem stór ferðaskýstofa og reyndar var þetta fyrsta vinna mín eftir menntaskóli og við erum ennþá í sambandi og gerum mikið saman. Og þau bara sló til og segja, við gerum það. Við bara setjum aftur upp beintflug til Akureyra. Og það var nefnilega það sem var sko svo gaman að því ég var pínu hrædd að segja en núna verðum að fara til Keflavíkur og þetta er svo miklu stærri hvernig að segja Suðurland og fleiri fólk sem vildi kannski hafa möguleika að fara til Slóveníu en nei, ég sagði Akureyri, við gerum þetta aftur og nú búin að setja upp 27. júní til 3. júlí og ég bara hvert alla norrlendinga og fjár að koma. En hverjir eru kostirnir? Nú þú flugmaður að fara í gegn til dæmis svona litlar flughafnar og litla flugvelli eins og bæði í rauninu flugvellir hér á Akureyri og síðan út í Slóveníu. Sko, fólkið sem kom þrátt fyrir allt í fyrra frá Reykjavík og Suðurlandi, það hafði orð á því hvað kom á óvart, hvað innritunartíminn og að fara yfirleitt í gegnum vopnuleit og allt og bara alla leið út í vél tók stuttan tíma hérna. Það kann að meta þetta og þetta líka það sem að lágfargjaldaflugfélögin út í heimi svolítið að gera. Þau ekki bara að fara á ódýrari flugvöll, nálægt stóra flugvöllinum út í heimi einhvers staðar. Heldur þau líka að stytta innritunartíma fyrir fólk, þannig að það eru þægindi svolítið í þessu fólkin. Þannig að það svolítið skemmtilegur vinkill á þessu. Þetta svo heimilislegt. Fyrir utan að við höfum á að prómótera Akureyri, sem maður segir. Þetta mjög heimilislegt.
fólk var í Slóveníu og var að segja sko bara hæ Helena, að því ég veit að var þegar þið fóru, það er svo gaman, þetta var svo flott, þó veðri var ekki eins gott en Ísland stórkostlegt land, en þetta að bara innan 5 mínútur við bara komin upp í vél. Já, nákvæmlega. Og fyrir utan náttúrulega kannski fyrir heimamenn og þar sem að við allavega hérna á Norðurlandi finnum við þetta fyrir að það ótrúlegur kostnaður við að fara til og frá til Reykjavíkur, tala nú ekki þegar það eru morgunflug og hugsanlega þurfa að gista á Keflavík og samgöngur þar á milli. Sá kostnaður, ég veit ekki hvort að fólk áttar sig á því þegar maður fyrir að skoða allt í hennu hvað það kostar að geta komist kannski til Köpen á 16 það bara svipað og kostar að komast til Reykjavík. Já, nákvæmlega, og gista og ýmislegt annað og bara fyrirhöfn. Hérna þú bara keyrir 5 mínútur og eftir 3,5 tíma þú komin til miðjan Evrópu. Ég meina, þetta tók Akureyri 3 tíma og 40 mínútur. Frá Akureyri til Ljubljana alla leið. Og sama fyrir Slóvena. Þeir trúðu alla. Þetta var bara stórkostlegur dagur þegar ég sá slóvensk flugfélag Adria að lenda hérna á Akureyri. Ég var bara í tár í augunum. En hvers vegna Slóveníu? Hvað það við Slóveníu sem sérstakt og hvers vegna heimsækja Slóveníu? Ég svo sérstakt. Já, og þú ert frá Slóveníu? Ég er frá Slóveníu. Já, nei, þetta svona smá grín. En ég þetta frá Slóveníu og frá Ljubljana, fædd og alin upp og búin að búa hér 35 ár, en þetta ekki fyrsta skipti sem svona opna Slóveníu fyrir Íslendinga. Að því 1975 þá vann ég með Kjartan Helgason og við opnuðum Portoroz þá. Og á þessu tími milli 1975 til 80 þá fór 15.000 Íslendingar til Slóveníu. Og nú börnin þessa fólk sem komu mér þegar ég var farastjóri, bæði fyrir Kjartan Helgason og Ingólfur Guðbrandsson, börnin þessa fólk að koma tilbaka. Og Portoroz strandbær sem náttúrulega bara yndislegur ferðamannastaður. Bara alveg frábært sko. Þetta sko þú hefur allt þar, þú getur fara stutt til Ítalíu til að heimsækja Feneyja eða fara til Austurríki í hálfdægismatinn til dæmis. Og stutt yfir til Króatíu. Og stutt yfir til Króatíu og svo við núna með smá nýjung. Í fyrra vorum við ekki með hjólreiðatúr og núna við búin að setja upp fyrir fólk sem vilja fara að hjóla og búa í fallegum stað í Slóveníu sem kallað fyrir utan Ljubljana. Það Bledvatni og hjóla svona 25 til 40 kilometra á hverjum degi og hafa bara notalegt í þessu rosalega flottu stað. Segðu mér það nokkrir valmöguleikar. Það hægt að fara inn nokkrar tegundur ferðum og þeir kannski ferðir sem ég manna var allavega vinsælustu fyrra var gönguferðir. Hvernig ferðir í boði og hvað til dæmis gert í gönguferðum? Já, gönguferðir einn af möguleikunum og það var einmitt fylltist alveg í fyrra og vel það. Við vorum með 27 í göngutúrnum, vorum 3 leiðsögumenn, gekk ákaflega vel og maður geti alveg hugsað sér endurtaka með sama hætti ef jafn margir vildu koma. Og þetta voru gengið út frá sama stað, það að segja að við gistum á sama hótelinu og förum kannski stutta leið í bíl, eitthvað á hverjum degi og göngum mismunandi leiðir. Og þetta sýnist okkur koma mjög vel út, frekar en að ganga einhverja lengri leið þar sem alltaf gist á nýjum og nýjum. Og þetta þjóðgarðinum? Já, þetta í þjóðgarði sem þarna mjög fallegur, fjöllótt land, góðar gönguleiðir, mertar, yfirleitt nokkuð góðu stígar. En það sem sagt, það hægt að fara í gönguferð, það hægt að fara í hjólaferð og það hægt að fara síðan bara eiginlega í sína eigin ferð. Og svo líka Slóveníu og Króatía. Það sem sko með frábæran farastjóra, Jónas Helgason, hann var líka í fyrra og ég held fólk var mjög ánægður með þennan ferð. Þá kynnist fólk bæði lönd, sem sagt þeir faraði þjóðgarð í Slóveníu, þjóðgarð í Króatíu og líka sko á endanum sko vera á ströndinni og svona slappa af. En það hægt að gera þetta. Svo bara líka hægt að fara að fljúga og taka sér bíl og láta okkur skipuleggja eða segja bara staði þar sem þú veist, gott að koma við. Og svo bara hægt að hugsanlega einhver staður í allir endanum bara fara og ferðina og fara til. Bara til Ítalíu eða til Austurríki eða hvað sem sko. Að þetta svo stutt. Svo annað sem í Slóveníu sem svolítið líka, það spaferðir.
Það mikið af, við erum með hitfall líka, ekki bara Íslendingar, og það gert mjög mikið. Í Sloveníu, spaferðir, bæði fyrir Slovena og fyrir Króatar, Rússar að koma mjög mikið núna og meira að segja Japanir, af því það sko það sem svona túrismi, spa-túrismi sem mikið svona vaksa mjög mikið í Sloveníu. Og ekki síður þetta líka staður eins og fyrir að vera með börn. Já, af því þú svo öruggur í Sloveníu. Það ekkert sko, þú þarft ekki að vera hræddur sko, að einhver alltaf ræna barni eða einhver, það sko marga staðir sem sérhæfa sig til að hafa börn, jafnvel getur þú fengið barnapíu. Það bara svona lítil leikvöllur þar sem ef að foreldrar vilja vera einir og þau getur bara skilja börnin okkur klukkutíma á stannum sko. Þannig að það alls konar möguleikar, hvort sem þú ert göngugarpur, hjólagarpur, vilt fara og slappa af á ströndinni, ferðast til Ítalíu, Austurríkis, Króatíu, vera... Líka vesla, jafnvel vesla. Sko, ég held marga konur voru að segja sko hvað gott að vesla til dæmis í Ljubljana, þetta kannski 1/3 af verði sem hér. Ég ekki að segja að Íslendingar átt að fara að vesla til útlanda, það betra styðja heimamenn og skila peninga hér, en það hægt, þeir sem vilja gera það sko. En það annað líka sem allt í lagi að fólk gerir sig grein fyrir að það gestrisnin í Sloveníu. Like when you say you could die, told myself that you were, but felt some burning, but to make up. Addicted to sadness, to the end. So when it makes sense. Það hafi gangi hér á Akureyri upp á síðkastið til að mynda flugbrautin var meðal þeirra sem hafa verið eru þið hérna hjá ferðast sem hafi meðal annars til Sloveníu. Segðu mér hvernig það kom til. Það sko reyndar að þessu hérna voru sjálfstæði í Sloveníu báðum mig að koma Slovenum til Íslands og ég verður flott og ég held að ég hefur ekki Akureyri, hvar búin að vera 35 ár, flottu staður. Og það tókst, mikla vinnu og marga bæði í Sloveníu og hér og sko tæplega 80 mann. Við vorum þetta voru 100, en þetta og svo fóru yfir Sloveníu. Var búið. Slovenar, og viltu ekki endurtaka þetta? Gaman, svona stöðflugstengin tími til að koma í gegn og svo gaman að koma til Sloveníu. Skilum ekki, hvað þú að gera í Sloveníu? Hvað kannski